hérna vinur minn í smásálin, hringdu hérna vinur minn í smásálin. Já, komið nú sæl og velkomin hingað í smásálina, kæru hlustendur. Það komið að því að við leipum inn hlustendum einu sinni sem oftar og alltaf gaman að heyra hlustendum og sérstaklega núna þessar mundir þegar að 1000. tvíhjáðaþátturinn er að renna sitt skeið einhver tíman, það verður í lok vikunar. En við skulum þá fá hérna fyrsta hlustandan, góðan dag. Já, góðan daginn maður. Já, góðan daginn, blessaður. Herðu, ég sé nú allt ljómandi, það er hitinn. Rosalegur hitinn. Já, það er hitabylgja yfir Reykjavík. Já, heldur betur maður. Það er ekki ský á himni maður. Nei. Þetta er alveg svakalegt. Já, þú ert vaknaður svona snemma. Já, vaknaður snemma. Já. Ég er löngu vaknaður. Já. Það er bara búin að vera, Ég vil að meira að minna vakandi alla nótt. Já, er það svo? Já, maður. Hvað veldur? Það er bara frúin. Já, frúin. Já. Hvað segirðu? Hvað með frúna? Hún er bara búin að vera vilta sér í alla nótt, Já. Við erum nú nýkomin, utan. Já. Þú frá Mallorca, þetta ekki? Já, það var Mallorca. Já, einmitt. Og nú bara ánægði að vera sloppinn úr hitunum þar, Mhm. Og hún náði að vera öll brún, Mhm. Það er flott. Og ég brann meira, Já. Sofnar í sólinni, Já, sofnaður í sólinni, já. Já, það er sofnaður í sig, Það er ekki gott, maður verður nú að passa sig á því einmitt nú hérna akkurat hér á Íslandi í dag. Já, það er bjórinn er svo volgur hann. Já. Já, maður bara sofnar á hann, Já, ég skil. Það verður líka, maður verður að drekka hann allan í einu, Já. Hólvísi til þess að ná hann köldum, Já. Annars er hann bara orðinn volgur, og þá bara steinsofnar maður, Það er ekki annað en að leggja hann frá sér í nokkra mínútur og þá er hann bara orðinn volgur í sólinni. Já, þá verður maður svo þreyttur, Já. Ég var á ströndinni, ég var búin að drekka nokkra bjóra, nokkra kollur, Svo bara steinsofnaði maður í hittanum maður og þegar ég vaknaði maður, þá bara fann ég það. Ég var allur brunninn á bringunni, og ég var búin að pissa á mig. Æ. Það tók ekki neitt í tí, það bara rennur bara beint í gegn, Já, hræðileg. Já, þetta var rosalega. En þetta er ekki grín, þessi hittar maður þarf bara að fara að flytja eitthvað bara til Grænlands eða eitthvað. Já, þú segir nokkuð. Við höfum ekki náða kæla niður íbúðina í nótt eða neitt, Nei, það náttúrulega eru fæstir Íslendingar með einhvers konar loftkælingu. Já, það er bara þekkist ekki hérna, Nei. Og það væri full þörf fyrir það. Já. En það er eins og konan, Já. Hún er nú svona butta, hún er svolítið feit, Jú. Og ekki var hún að leggja af þarna úti, Nei. Nú veist hvernig þessar stelpur eru með það. Það er svo viðkvæmar gagnvart vigtinni, Já. Þannig að maður er ekkert fengið að vigta hana, Nei. Ég reyna að vigta hana, hef reynt að vigta hana reglulega, En svo bara núna fæst hún ekki til þess, Nei. Það eru svo viðkvæmar fyrir þessu, þessar veskur. Já. Eða hafa bætt einhver á sig, Já. En ég held að hún sé búin að bæta á sig svona 10-12 kílóum, Já. Þetta
vildi sem að tala sko 160, ég bara... Er hún komin upp í 160 kíló? Ég bara veit það ekki, hún vill ekki leyfa mér að vikta. Sko, og hún frekar lágvaxin, eða ekki? Jú, hún er það, sko. Og þetta náttúrulega alls ekki... Hún eitthvað 1,60, ekki? Já, þetta líka heldur alls ekki hollt fyrir manneskju sem ekki meir en 15 ára gömul, sko, eins og hún er. Nei, þetta er svona, er svona, já, fólk að þroskast og það eru líka, sko, hún er líka á þessum aldri, sko. Konan er á þessum aldri, sko, sem er eitthvað viðkvæmasta fyrir, sko, útlitinu, sko. Já, einmitt. Já, nú er þetta falleg stúlka, sko. Já. Þetta er mjög falleg stúlka þegar hún myndarlega stelpa þegar hún er, sko, eins og í réttri byrtu og svona, sko. Og sérðu alveg hvað þetta er gullfalleg, getur verið gullfalleg stúlka, sko. En bara hún, sko, þessi þyngd hefur, sko, afmyndað það svolítið, sko. Já. Og eins og í nótt, sko, ég bara, þú veist, þetta er nefnilega það sem hefur verið svo mikið, sko, okkar samband, sko. Þú veist að sko, eins og tengdapabbi, ég meina, hann talar ekki við mig. Nei. Hann talar ekki við mig, sko. Þú veist, og ég þú veist, eins og á gamlárskvöld síðasta, þú veist, ég fór bara að gráta, þú veist, við vorum hjónin hjá þeim og, þú veist, hann var bara anstíkilegur, sko. Hann bara, þú veist, horfði á mig, þú veist, bara svona dæmandi, sko. Þú veist, og hann er keksúruglegaður, sko. Þú veist, hann er keksúruglegaður, sko. Hann drekkur ekki, sko. Þú veist, og einhver bindindis maður, sko. Og þú veist, það fór eitthvað voða fyrir brjóstöðunum að því við vorum aðeins að fá okkur í glas, sko. Já. Og veist, og ég var að gefa konunni minni vín, sko. Já. Sem honum fannst eitthvað athugavert, sko. Já. Og veist, og ég sagði, þetta er kona mín. Hún má drekka vín ef ég drekka vín. Og þú veist, og ég sagði, ég er ekki að vera að banna konunni minni að drekka vín eins og þú ert að banna konunni minni að drekka vín. Hún er líka einhver svona bindindis maður, sko. Já. Og hann bara, þú veist, hann var svo leðilegur um mig, sko. Og svo ég bara las yfir honum. Já. Sá hann allt sem ég búið að finnast, sko. Já. Og þú veist, þetta er bara gaur. Þetta er gaur sem er yngri en ég, skilur. Já. Þú veist, hann er ekki einu sinni, sko. Þú veist, hann er ekki einu sinni, skilur. Hann er ekki einu sinni fertugur, sko. Nei, hann er ekki orðinn fertugur. Nei, hann er 35-36 ára gaur, sko. Já. Þetta er maður, skilur, sem var með, sko, yngri bróðum í bekk. Var það? Já, þú veist, ég las yfir honum. Já. Ég sá honum bara, þú veist, heyrðu bæla mín, sko. Ég er kennari. Já. Ég er háskólamenntaður maður. Já. Og ég haga lífið mínu, ég er frjáls. Já. Ég haga lífið mínu eins og ég vill. Já. Ég er frjáls maður, ég býr frjálsulandi. Og ég elska kona mína. Veist, og svo bara brotnaði ég saman. Fór að hágráta maður. Það var að koma alls konar tilfinningar sem ég er búin að byrja inn í svo lengi, sko. Já. Og svo sagði ég bara við kona mína, við fyrir bara heim, sko. Og þú veist, ég hef bara réttið þeim rakettur, sko. Þetta var ekki einu sinni komið miðnætti, sko. Nei. Nei, klukka var bara eitthvað svona 6 eða 7, sko. Já. Og voruð þið búin að borða? Já, við vorum búin að borða, sko. Ok. Við borðum, sko, áður en við komum til þeirra. Það var misskilningur, sko. Við vissum ekkert að, þau buðu okkur að koma. Já, sko, málið var nefnilega, sko. Bjóðu okkur aldrei neitt, sko. Nú? Nei, bjóða bara henni, sko. Bjóða henni? Já, svo kem ég alltaf með, þú veist. Ég er alltaf eins og ég segi, sko, boðsflenna. Já, ég skil. Mér finnst það ógeðslega sárt, sko. Já. Þú veist, og þannig ég kom með, sko, við vissum bara ekki það, veist, ég fatt að það ekki að vera matur, skilur. Nei. Þannig við vorum búin að borða, sko, við vorum búin að dróða eitthvað pítsum og
Þú veist, og ég meina bara eins og gengur og gerist, ég meina á gamlástag. Já. Þú veist, maður er aðeins byrjaður að fá sér einn og einn öl, sko. Já, já. Úr hádegi, sko. Já. Þannig maður var orðinn svolítið þreyttur, sko. Bara ég var svo þreyttur að bjór, sko. Já. Og hérna, þetta var bara fíla á leiðindi, sko. Þannig þegar við fórum, þá rétti ég svona sittkor á rakettuna. Já. Og sagði, gjörðu svo vel til að við. Gjörðu svo vel til að hana. Og hérna, þetta kissa hana, sko, hún er svo köld, hún er svo freðin, sko. Hún bara neitar alltaf. Hún kann ekki, mannlegan kontakt, sko. Tengdamamma þín? Já. Það er ekki hægt að kissa hana. Það er bara að reyna að vera vinnulegur. Og ég sagði, ég geti sprengt þetta í raskatinn og hvort öðru. Hvað sagðir þú? Já, ég sagði þetta við þetta. Já, þetta er nú ekki líklegt til vinsælda. Nei. En ég meina, ég hringdi nóttina, seinna nóttina. Bæði fyrirgefningar, sko. Já. Og bara, sagði þeim, minnst vænti með fyrir og allt það skilur þið eru tengda foreldrar mínir. Og ég elska dóttur ykkar. Og hérna, og svo lega ég elska hana og elska ég ykkur. Já. Og þið eru frábæri, ég bara, því ég brotnaði saman hana, sko. Svo bara seinni kvöld þegar ég og konan vorum að tala um þetta, sko. Nóttina, sko. Við fórum eitthvað ránlmaður og lentum ykkur úr rosa vesinni, maður náði ekki leigu bíl og hérna, vorum bara stökk, sko, í einhverju partí, sko. Já. Og hérna, þá fórum við að tala um þetta, sko. Já. Og hérna, við fórum bæði bara hákaða bara, sko, og þá ákvaði ég bara að hringja aftur í það og biðja fyrirgefningar. Já. Það var alveg settlað, sko. Ok, gaman að heyra það. Gaman að heyra. Já, en sko, þau taka þetta aldrei með, sko, í reikningin, sko. Hvað ég er að gera fyrir dóttur þeirra. Nei. Þau fatta það ekki. Nei, það er náttúrulega spurning, sko. Hvað, finnst þér hvað ert að gera fyrir hana svona? Hvað er ég að gera fyrir hana? Já. Hver komin í gegnum samræddu prófin? Hver var það? Já, varst það ekki þú? Já, það var ég. Já. Sem bjargaði henni í danskunum til dæmis. Já. Og það var ég sem kipti í spotta. Já. Og hún náði þessu, sko. Og hérna, hver er það sem segir við hana, þú veist, eins og það við erum að skemmta okkur, hver er það sem tekur af henni, vinglasið og segir, nú ert þú búin að fá nóg. Er það pappa hennar? Nei. Það er maðurinn hennar. Það er ég. Já. Þetta er bara, sko. Já, er hún mjög drikkfelld? Nei. Alls ekki, sko. Við drekkum algjörlega í hófi, bæðið svo. Já. Algjörlega, sko. En ég er meira svona, hún er náttúrulega bara krakki, skilur. Og það kann þetta ekkert, skilur. Nei. Og hérna, ég svona stjórna því. Ég bendi henni á það, sko. Hún er að verða, sko, því hún verður svo ruggluð, sko. Hún bara hleypur eitthvað, sko. Já. Öskrar eitthvað og hleypur eitthvað út í, sem gerir þetta Spáni, sko, ég meina, út á Mallorca. Það bara hvarf hún, sko. Já, einmitt. Þá bara, og hringdir einmitt þarna frá Mallorca til að lýsa eftir henni. Já, í okkur. Já. Maður sem getur því? Nei. En það var nú samt þannig. Við hringdum með að segja sjálfur þess að tók hvort við. Og funduðu hana? Nei, því miður. Ok. En skiptir ekki máli, þú fannst hana og hérna og það er nú fyrir öllu. Já. En það er ekkert mál, sko. Nei, en sko þá er það sko spurningin núna. Nú er sem sagt ríkir hitabylgja í Reykjavík. Það er til dæmis eitt, sko. Nú er þessi einstaklingur búinn að vera, sko, sem sagt, sko, að bylta sér í alla nótt. Já. Búinn að halda vöku fyrir mér. Konan þín. Já. Og það er búinn að vera að bylta sér í alla nótt, sko.
sko, ímyndaðir hvað svona einstaklingur svitnar mikið í miklum hita, sko. Já, einmitt. Þú veist, og ég er búin að með alla glugga opna, hún er búin að svitna, sko. Þú veist, það er að taka, sko, laki og vinda, sko. Já, ég meina í þessum hitum náttúrulega ekki málið að hafa gluggan að opna, það nú bara hlýra úti heldur en inni, sko. Já, en það verður að vera frísland. Sko, hún svitnar svo rosalega mikið, sko. Og svo er svona einstaklingur með mikið af fellingum. Já. Og það fyrir sviti í það. Já. Það er salt í svitanum, sko. Já. Það verður strax, sko, svona upplega, það verður strax, sko, rautt. Og ef það er ekkert gert, sko, þá ef þetta ekki þurrkað, þá verður þetta sár, sko. Já. Þá er þetta, sko, verður þetta svona þruskusár, sko. Og milli fellingar, sko. Já. Og brennir, sko, því að, sko, þessi vökvar, alveg svo þegar ég, þegar ég pissaði á mig út á Mallorca, sko, þá var það búið að liggja í einhverja klukkutíma, sko. Já. Ég var allir brunnin á lærinu, sem er loksveið og í kynfærin og í lærið og alveg nýr á rask, sko. Þá var ég allir, sko, brunnin, sko. Og þá þurfti konan að bera á mig penatenn. Já, einmitt, penatenn. Það er svona rosalega gott á svona bruna. Já. Og þurfti að setja á pungin á mér og alveg bara mikið að penatenn-kremi, sko. Já. Hún notar það sjálf, sko. Já. Það sem hún nær, sko. Hún nær kannski bara rétt svona framan á sig, sko. Já. Þú veist, hún er með eins og sko, undir brjóstum og í handarkrikkum og svona, ef hún er að brenna, sko. En hún er ekki, sko, aftan á sig, sko. Nei, einmitt, og þú þarft að bera á hana. Ég þarf að, sko, fara í allar fellingarnar, sko. Já. Og þurrka þeir. Já. Og setja talkum. Já. Þú veist, hún var lápar í nótt, sko, í talkum baði. Og og mér ákvað svo, sko, þú veist, ég geri það. Ég ætla að gera það, sko. Ég ætla að spurja tengdaföður einhvern veginn. Þú veist, hver er að bera talkum á þennan einstakling? Er það ég eða er það þú? Og ég ætla að neina til þess að segja þú. Einmitt. Ég ætla að spurja hann, hvernig var að þakka á henni fyrir? Já. Að þú, þegar þessi kona er að bylta sér, er rosalega sveitt með einhvern hræðilega mikið bjú. Vegna þess að hún er búin að drekka svo mikið kaffi, hún fær svo mikið bjú af kaffi. Já, er hún byrjað að drekka kaffi svona ung? Já, maður, vá. Ég hef aldrei séð annað eins, maður. Hún þambar kaffi, hún er að þamba, ég hef byrjað að drekka svona 2 lítra af kaffi, sko. Já. Kaffi og kók, sko. Já. Og sko. Það er ekki gott. Nei, ég meina, veist, hvað er þetta? Hvað svona foreldrar er þetta sem láta það vika á það, barnið er að sé þambandi kaffi. Ég verið að reyna að breyta þessu, ég verið að reyna að fá hana til að drekka eitthvað annað, fá sér djús eða bjór eða eitthvað í staðinn. Já. Þetta er ekki þambandi kaffi og þetta, það er svo óbúslítið maður. Já, 15 ára gömul, það er of mikið. Já, þetta fer beint í maðan og þetta er bara, sko, enda segja það við hana, skilur við. Já. Þú veist, bara skrifaðu tjekka á niðurgang, skrifaðu ávísun á niðurgang með því sem þú veist að gera. Já. Þú veist, hugleitið þetta mín. Þú veist að skrifa hérna ávísun á niðurgang, þú veist hvað gerist. Þú fær niðurgang, þú fær bjú og eitthvað svona. Þú veistu hvernig þessar konur eru. Það er bara, konur vil ekki rátt að segja sér fyrir verkum. Nei, maður þekki það. Já, þetta er svakalegt. Ég vona bara að þetta gangi vel núna í þessari hitabylgju sem núna ríkir og þú ert að standa þér svakalega vel. Hún er vöknuð. Já. Hún er vöknuð að vera ná í talkum og bera á hana. Og penatenn kannski.
Já, flott hérna, ég þakka þér fyrir þetta og þú bara lætur vita þegar eitthvað nýtt að frétta. Já, ég gerir það. Leifur okkur að fylgjast með þér. Já, ég gerir það. Takk fyrir, bless.